Næstur á mælendaskrá Viktor Orri Valgarðsson, stjórnmálafræðingur. Vá, kæru samborgarar, takk fyrir að standa hérna. Dag eftir dag, laugardag eftir laugardag, jafnvel ár eftir ár. Við sem nennum því hljótum stundum að spyrja okkur til hvers. Hvaða hefur eiginlega upp á sig að berja í óvenju þrautseiga girðingu í skítakulda tímunum saman aftur og aftur? Hverju breytir það? Hefur eitthvað breyst? Ég var ekkert sérstaklega fullorðinn þegar ég byrjaði að standa hérna með ykkur fyrir rúmum 5 árum síðan. Í sjokki yfir því að samfélagið sem ég ólst upp í var hrunið. Það voru ekki bara bankarnir, hagkerfið, krónan og stjórnmálin sem hrundu, heldur samfélagsmyndin sjálf. Sjokkið var ekki síst yfir því sem hrunið afhjúpaði. Vanhæfnina, valdafíknina og virðingarleysið, sjálfsblekkinguna, spillinguna, kæruleysið og klíkuvæðinguna sem hafði ráðið ríkjum í íslensku samfélagi. Hvernig stofnanir, einstaklingar og stjórnmálin í heild hafði brugðist okkur að samfélagið var á sandi byggt. Svo ég mætti hingað. Ég vissi ekki nákvæmlega hvað þurfti að breytast, en eitthvað þurfti að breytast. Svo mikið vissi ég. Fyrstu skrefin voru einföld. Viljum við kosningar, viljum við nýja ríkisstjórn, hrópaði Hörður Thorvaldsson. Já, svaraði ég. Nýja stjórn í Seðlabankann og FME. Örugglega! Og saman kyrjuðum við í takt, dag eftir dag, með sleif í annarri og pönnu í hinni. Vanhæf ríkisstjórn, vanhæf ríkisstjórn. Og við þurftum ekki einu sinni girðingu. Þá breyttist vissulega eitthvað. Við fengum kosningar og nýja ríkisstjórn sem gerði alveg ýmislegt, en svo voru eitthvað skiptar skoðanir það, þannig að hinir fengu bara að ráða aftur. Hefur eitthvað breyst? Við fengum líka nýja stjórn í Seðlabankann og FME. Nú er búið að koma glaumgosanum úr gamla eftirlitinu í Lín, þar sem hann skemmtir sér við að níðast á íslenskum námsmönnum og setja áhættufjárfesti í hans stað. Svo þarf víst að endurskoða eitthvað þá ákvörðun að ráða seðlabankastjóra faglega, auglýsa starfið hans laust og koma 2 flokkshestum aftur í bankann, alveg eins og í þá gömlu góðu dagum. En þetta snýst ekki bara það sem Hörður hrópaði. Hvítir borðar lituðu líka borgina og báðu nýja stjórnarskrá. Krafa sem varð háværri og háværri. Leiddi sér þjóðfundi, stjórnlagaþing, stjórnlaganefnd, stjórnlagaráð og eftir ógeðslega mikinn tíma, mikla vinnu, umræður og aðkomu þúsunda Íslendinga studdi 2/3 hlutar þjóðarinnar nýja stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nýjan grundvöll í staðinn fyrir þann úrelta og úr sér gengna sem við áttum aldrei að sitja uppi með, þann sand sem samfélagið hafði byggt á. Við sömdum nýjan samfélagssáttmála sem átti að tryggja lýðræði, mannréttindi, samráð, gegnsæi og faglega stjórnsýslu, tryggja að þetta gæti ekki gerst aftur. Og hvar er samfélagssáttmáli íslensku þjóðarinnar í dag? Ef Sigurður Líndal frændi minn á svæðinu getur hann kannski sagt okkur það, en ég efa að nokkur annar viti það. Þjóðfundurinn 2009 lagði síðan mest áherslu á að gildin heiðarleiki, virðing og ábyrgð yrðu það leiðarljós á nýju Íslandi. Við hlófum nú svolítið að því, hvað þetta verið allt saman almennt og sjálfsagt eitthvað. Ég veit ekki með ykkur, en mér finnst það ekkert svo fyndið lengur. Ímyndið ykkur ef einhver hefði hlustað á þetta. Ef hæstvirtur forsætisráðherra sýndi bara nokkrum einasta manni virðingu, hvað sem í fjölmiðlum, á fundum eða á Alþingi, að hann hætti að snúa út úr, ráðast á mannin og gera lítið úr okkur kjósendum. Svo ég tala nú ekki hæstvirtan forseta sem virðist ekki bara virðingu þjóðfundarins fyrir neinum öðrum en rússneskum mafjósum og mannréttindabrotum. Heiðarleiki og ábyrgð ætti síðan kannski vera kjörorð þessa fundar. Þjóðin tekur ákvörðun aðildarviðræður á kjörtímabilinu. Á fyrri hluta kjörtímabilsins. Við munum standa við það, sagði Bjarni. Að sjálfsögðu mun Sjálfstæðisflokkurinn standa við það, sagði Hanna. Ég er bara að segja að almenningur er að ráða þessu, sagði Sigmundur Davíð. Að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það hlýtur að vera, sagði formaðurinn og sama lofaði skrifstofa flokksins. Nú er þetta ekkert nema varnaglar og pólitískir ómöguleikar.
ESB vildi það ekkert, sko. Við höfum hvort ekki fengið neina sérlausnir. Það var óhefnilega orðað og leiður misskilningur og við meintum bara, sko, að ef við ætluðum að sækja þá myndum við setja í þjóðaratkvæðagreiðslu. En við ætluðum samt ekki að sækja sko. Afsakanirnar eru hver annarri ómerkilegri og óheiðarleg. Vanvirðing og vitsmuni okkar sem þau eiga þjóna. Hlægilegur dónaskapur og þau vita það sjálf. Þau hafa bara gett sómakennd til að taka ábyrgð á eigin orðum. Ég spyr ykkur eins og Hörður Torfason forðum, eru þetta boðlegar afsakanir? Nei. Eigum við kannski að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu eins og okkur var lofað? Já. Þessu risastóra deilumáli á þjóðin að ráða og við þurfum að geta tekið upplýsta ákvörðun. Íslenskir stjórnmálamenn verða að virða vilja þjóðarinnar og eigin loforð. Í mínum huga krafa dagsins samt ekki bara krafa eina þjóðaratkvæðagreiðslu sem kippir öllu í lag. Krafan betri vinnubrögð, heiðarleika og lýðræðislegri stjórnmál krafa sem hefur verið uppi allan þennan tíma, endurspeglast í kröfu dagsins og við munum halda henni áfram. Viljum við kosningar? Já! Viljum við faglegan seðlabanka? Já! Viljum við nýja stjórnarskrá? Já! Við eigum nýja stjórnarskrá. Þau þurfa bara að samþykkja hana. Við vitum að valdið okkar, þau þurfa bara að viðurkenna það. Við höldum áfram baráttunni því hún langhlaup, ekki skammhlaup, sem þú veist, skrýtin samanburður. En þegar allt kemur til alls, kæru Íslendingar, allt og margt eins og þeir eins og þegar ég stóð hér fyrir 5 árum, en eitt hefur þó breyst. Við höfum breyst. Við látum ekki bjóða okkur svona kjaftæði lengur. Við lærðum af hruninu. Við mætum á Austurvöll dag eftir dag og krefjumst þess að þau hlusta á okkur. Að þau standi við gefin loforð, sýna okkur virðingu og læri eitthvað af reynslunni. Við erum kannski ekki þjóðin, en við erum allavega betri fulltrúar hennar en fólki þarna inni í dag. Þjóðar sem krafðist breytinga, heiðarleika og ábyrgðar, gegnsæis, lýðræðis og málefnalegra stjórnmála og samdi nýja stjórnarskrá fyrir nýtt Ísland. Sú þjóð hefur tekið breytingum sem þetta fólk mun ekki ná að stöðva. Þess vegna stöndum við hér.